Já, komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin hér á Íslandsmeistaramótið í réttstöðu lyftu. Hér allt að vera klárt hjá okkur og verður spennandi að sjá hvernig þetta fer fram hér í dag, en margir öflugir keppendur mættir hingað norður. Og eins og ég segi, alveg klárt mál að við munum fá spennandi keppni. Hér allt að fara að verða klárt. Þóra Emilsdóttir fyrsti keppandi hér í dag. Hún keppir fyrir Ármann. Og stöngin klár, 85 kíló á stönginni. Hér kemur hún. Já, fyrsta lyfta gild. Glæsileg lyfta hjá Þóru. Næsta Heiðrún Frímannsdóttir, hún keppir fyrir Káa. Stöngin klár fyrir Heiðrúnu. Hér kemur Heiðrún, 95 kíló á stönginni. Og hér kemur Heiðrún, eins og segi, 95 kíló og hún fer létt með þetta. Hæsileg lyfta hjá henni. Sjáum þetta aftur hjá Heiðrúnu. Frábær lyfta og sjálfsögðu dæmd gild. Og hér stöngin að vera klár fyrir Hrafnhildi Lóu Kvaran úr Stjörnunni, 110 kíló. Hér kemur Hrafnhildur. Frábær lyfta og sjálfsögðu gild lyfta. Sjáum þetta aftur hérna. Hrafnhildur ekki í miklu vandræði með þetta. Sjáum þetta aftur hérna. Í engum vandræði með 110 kíló og Hrafnhildur byrja daginn vel. Og þá verið að undirbúa fyrir hana Örnu Rós Arnarsdóttur, en hún lyfti fyrir Breiðablik. Komin 115 kíló á stöngina. Kemur Arna, hún klár í slaginn. Fyrsta lyfta hennar í dag. Og já, frábærlega gert. Og allir dómarar gefa gilda lyftu. Sjáum þetta aftur. Arna Rós. Sjá það, hún í engum vandræði með þetta. Og þá erum við klár í næstu. Það María Ósk Jónsdóttir úr Stjörnunni. Það einnig 115 kíló. Og María ekki vandræði með þetta og fær gild lyfta. Allir þrír dómararnir sammála það. Enda ekki spurning, sjáum þetta aftur hérna hjá Maríu.
glæsileg lyfta og þá er komið að Guðrúnu Ásgeirsdóttur. Hún keppir fyrir Mosfellsbæ. Hún er að reyna hér við 137,5 kíló. Og hér kemur Guðrún á glæsilega gert hjá henni og já, gild lyfta að sjálfsögðu. Sjáum það aftur, tekur sér góðan tíma í undirbúa sig og fær svo að sjálfsögðu gilda lyftu. Allir þrír dómararnir sammála það. Þetta frábær lyfta hjá Guðrúnu. Þá er næst hún Arna Ösp Gunnarsdóttir úr Stjörnunni. Hún er að fara í 155 kíló. Alvöru þyngd hjá Örnu. Stöngin klár og hér kemur Arna. Já, virkaði ansi þægilegt fyrir Örnu og fær að sjálfsögðu gilda lyftu. Sjáum þetta aftur hérna. Gefur sér góðan tíma að taka sér góða stöðu hérna og fer svo létt með 155 kíló. Frábær lyfta hjá Örnu. Næst er Elsa Pálsdóttir. Hún lyfti fyrir massa. Hún er að reyna hér við 160 kíló ætla ég að segja. Hér kemur Elsa. Hér kemur Elsa 160 kíló og þetta er glæsileg lyfta hjá henni og fær að sjálfsögðu 3. Já, Elsa fædd 1960, fel hétt við 160 kíló hérna, frábær lyfta hjá henni og allir dómararnir gefa sjálfsögðu já fyrir þessu. Þá kemur næst Drífa Ríkharðsdóttir, hún lyftir fyrir KA. Drífa að reyna við 180 kíló. Hér kemur Drífa. Já, hún lyftir fyrir KA. Sjáum hvað Drífa gerir hér. Frábær lyfta hjá henni og þetta eru 3, já, að sjálfsögðu 3 hvít. Sjáum þetta aftur. Gefur sér góðan tíma í undirbúninginn og fer svo létt hér með 180 kíló og þessi dagur byrja frábærlega. Allar lyftur gilda til þessa. Kemur hér Þóra Emilsdóttir en Þóra er að reyna við 92,5 kíló nú og allir keppinir búinir að taka eina lyftu og eins og segja allar lyftur gildar og ekki nóg með það, þá eru allar með 3 jáum. Þóra Emilsdóttir í annar lyftinu sinni, hún reyna við 92,5 kíló og er ekki neinum vandræði með þetta. Og fær að sjálfsögðu 3 hvít. Sjá að hún er snögg að þessu. Kemur sér beint að efninu, lyftir þessu upp 92,5 kíló, glæsileg lyfta hjá henni. Og þá er næst Heiðrún Frímannsdóttir fyrir KA. En Heiðrún er að reyna hér við 105 kíló í sinni annara lyftu. En Heiðrún, já,
einnig fyrir Káa eins og hún Drífa. Hér kemur Heiðrún, var ekki miklu vandræði með sína fyrstu lyftu. Hvað gerur hún hérna með 105 kíló? Já, vel gert hjá Heiðrúnu og þetta að sjálfsögðu 3 hvít. Frábær lyfta hjá henni og hún fær að sjálfsögðu strax 5 frá Birki, formanni lyftingadeildar KA. Skemmtileg stemning sem í lyftingadeildar KA og sjáu að Heiðrún í engu vandræði með þetta. Frábær lyfta hjá henni. 105 kíló á loft hjá henni og þá næst Hrafnhildur Lóa Kvaran fyrir Stjörnuna. Hún að reyna hér við 120 kíló sinni annara lyftu. Kemur Hrafnhildur. Gríðarlegur karakter hérna inni, sá að þetta tók vel á, en hún fær að sjálfsögðu 3 hvít og þetta gild lyfta. Frábærlega gert hjá Hrafnhildi Lóu, sjáum þetta aftur hérna. Bítur á jaxlinn og lyftir hérna upp 120 kílóum. Glæsileg lyfta og áfram eru alla lyftur til þessa gildar. Næst þá Arna Rós Arnarsdóttir fyrir Breiðablik. Hún hér að reyna við 125 kíló. Því miður, Arna nær ekki upp þessari lyftu, 125 kíló. Næst á dagskrá María Ósk Jónsdóttir úr Stjörnunni. Hún einnig að reyna við 125 kíló. Hvað gerir María hér? Já, það leit mjög vel út hjá Maríu og fær, 3 hvít. Gild lyfta hjá Maríu, frábærlega gert hjá henni, sjáum þetta aftur. Frábær lyfta, 125 kíló hjá Maríu þarna. Næst á dagskrá Guðrún Ásgeirsdóttir úr Mosfellsbæ. Þetta tilraun til nýs Íslandsmet. Hún í mínus 69 kílógramma flokki. Guðrún Ásgeirsdóttir, fædd 2008. Reynir hér við 152,5 kíló. Gefur sér aftur góðan tíma í að koma sér í gírinn. Reynir hér við 150, nei því miður, hún því ekki. Já, þó enn lyftu eftir, hún gæti ennþá náð Íslandsmetinu. En þá næst komið að Elsu Pálsdóttur. Önnur lyfta hennar, hún að reyna hér við 165 kíló. En Elsa lyfti fyrir massa úr Njarðvík. Fædd 1960, alvöru hörku tól hún Elsa. Hér reynir hún sem segi við 165 kíló. Hér kemur Elsa. Já, þetta virkaði. Ég bara ansi auðvelt fyrir hana, 3 hvíta sjálfsögðu, frábær lyfta hjá henni. Sjáum við eftir þetta. Fyrir að staði í þetta og lyftir hér 165 kílóum, glæsileg lyfta hjá Elsu. Og þá komið að Örnu Ösp Gunnarsdóttur úr Stjörnunni. Hún einnig að reyna við 165 kíló, en hún keppir í mínus 76 kílógramma flokki.
önnur lyftan hjá Örnu og gerir þetta gríðarlega vel. Var ekki lengi að þessu og færa sjálfsögðu 3 kvít. Virðist eiga nóg inni, glæsileg lyfta hjá henni, Arna Ösp. Frábær lyfta og Arna með 165 kíló hér í sinni annara lyftu. Þá er komið að Drífu Ríkharðsdóttur úr KA. Síðasta lyftan hér í annari lotu. En Drífa er að reyna hér við 190 kíló. Drífa fór frekar þægilega með 180 kíló áðan. Hvað gerir Drífa núna hér? Hér kemur Drífa með 190 kíló. Þetta er vel gert hjá henni, nær hún að halda þessu. Hún fær ekki löglega. Hún fær 1 hvítt en 2 rauð og því er þetta ekki dæmt gild lyfta hjá henni. Vantaði herslumunum upp eins og við sjáum hérna. Og þetta fullir það að Drífa nær þessu í 3. lotu. En þá er komið að Þóru Emilsdóttir úr Ármanni. Það er fyrsta lyfta hér í 3. lotu. Þóra að reyna við 100 kíló. Þóra búin að lyfta 85 og 92,5. Hvað gerir hún með 100 kílóin? Enn og aftur. Virðist ekki hafa neitt fyrir þessu. Hún drífur sig að þessu. Gild lyfta hjá henni. Sjáum þetta. Hún gengur alltaf bara beint til verks. Hún Þóra lyftir hérna 100 kílóum. Allar 3 lyftunar hjá henni virka frekar einfaldar og þægilegar. Gríðarlega sterk og flott. Þá er komið að 3. lyfti hjá Heiðrúnu Frímannsdóttur úr KA. En Heiðrún er að reyna hér við 115 kíló. Búin að lyfta 95 og 105 til þessa. Spurning hvað hún gerir hér með þessi 115 kíló. Búin að vera mjög sannfærandi í sínum fyrstu lyftum hér í dag. Og eins og ég segi, reynir hér við 115 kíló. Hér kemur Heiðrún og þetta virkar ótrúlega þægilegt fyrir hana. Glæsileg lyfta og 3 hvíta sjálfsögðu. Frábær lyfta. Hér kemur hún aftur, sjáum við aftur 115 kíló á stönginni og Heiðrún rífur þetta upp. Frábæra gert hjá henni. Þá er komið að Örnu Rós Arnarsdóttur úr Breiðablik. Arna reynir nú aftur við 125 kíló. Náði 115 kílóum í fyrstu lyftu. Náði hins vegar ekki 125 kílóum í andra lyftunni. Reynir aftur hér í sinni 3. Arna Rós. Jæja. Hér kemur hún. Því miður. En enga sigur vel gert. Hún náði 115 kílóum í fyrstu lyftu. En þá er næst Hrafnhildur Lóa Kvaran úr Stjörnunni. Hún er hér að reyna við 127,5 kíló. Tók 110 í fyrstu lyftu og svo 120. Þyngir hún upp í 127,5 kíló. Hvað gerir Hrafnhildur Lóa?
Nei, því miður fer ekki upp núna. En enga sigur Hrafnhildur náði 120 kílóum í andra lyftu og það er gott dagsverk. En næst María Ósk Jónsdóttir úr Stjörnunni. María Ósk nú að reyna við 135 kíló en hún tók 115 í fyrstu lyftu og svo náði hún 125 kílóum í andra lyftunni. Það er áfram þyngingum 10 kíló í hverju lyftu og á þetta sjá hvernig Maríu gengur með 135 kíló. Og þvílíkur karakter í Maríu þarna og fær gildalyftu að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur, karakterinn í henni. Þetta er alvöru þyngd, 135 kíló, en þvílíkur karakter getur hún næra sem á loft og fær 3 hvít. Glæsilega gert hjá Maríu. Endar þá, eins og segi, með 135 kíló í sinni þriðju og síðustu lyftu. Næst Guðrún Ásgeirsdóttir úr Mosó. Hún að reyna hér við 152,5 kíló í annað skiptið. Hún tók 187,5 í fyrstu lyftu, náði eins og var ekki 152,5 í andra lyftu. Reynir aftur núna, þetta væri nýtt Íslandsmet. En segi fædd 2008, keppir hér í mínu 69 kg flokki. Hér kemur Guðrún. Nei, því miður næri þessu ekki, en enga sigur frábær framistæði henni. Þá komið að Elsu Pálsdóttur úr Massa. Þetta 172,5 kíló á stönginni og ef hún nær þessu þá það nýtt Íslandsmet. Elsa með 160 kíló í fyrstu lyftu, 165 kíló í annari. Reynir hún við 172,5 kíló og eins og ég segi þetta væri nýtt Íslandsmet ef hún nær þessu. Elsa Pálsdóttir svakalegur jaxl og nú stöngin að verða klár. Elsa lyfti fyrir Massa. Hér kemur Elsa, 172,5 kíló. Hér kemur Elsa. Þetta lítur vel út hjá henni. Niður og 3 hvít að sjálfsögðu. Nýtt Íslandsmet hjá Elsu Pálsdóttur. 172,5 kíló. Frábær lyfta hjá henni og fyrir fara tiltölulega létt með þetta. Hér kemur þá Arna Ösp Gunnarsdóttir úr Stjörnunni. Hún einnig að reyna við 172,5 kíló. Hún í mínus 76 kg flokki. Arna búin að vera mjög sannfærandi í sínu lyftum. Búin að taka 155 og 165 kíló. 172,5 kíló hér í þriðju og síðustu lyftu. Og þetta lítur vel út hjá henni og það væntanlega 3 hvít. Já, að sjálfsögðu 3 hvít gildlyfta hjá henni. Sjáum það aftur. Arna rífur þetta upp hérna. Allar 3 lyftunar hjá henni góðar. Endar í 172,5 kílói. Frábærlega gert hjá henni. Þá komið að Drífu Ríkharðsdóttur úr KA. Þriðja og síðasta lyftan hennar og síðasta lyftan í þessum flokki.
en Drífa að reyna hér við 190 kíló öðru sinni. Var hásbreytt frá því að ná henni í annar lyftu og ég ætla að fullera það og hún tekur þetta núna. Drífa lyfti fyrir Káa og keppir í mínus 63 kg flokki. Hér kemur hún 90 kíló á stönginni. Fyrir þetta og hún missir því miður. Vantaði herslumuninu á myndin á þessu. Tvær lyftur sem hún reynir við 190 kíló í bæði skiptin. Vantar rosalega lítið upp á. En já, þá fyrsta hálf búið og við förum að klára þá í annað hálf. Gefum okkur smá tíma í að undirbúa þá komið að strákunum og þar verður fyrstur hann Axel Þór Jónsson. En Axel Þór að lyfta fyrir Ármann, hann fæddur 2008 og fyrsta þyngd hjá honum 170 kíló. Og það bara, við erum strax klári að halda áfram hér. Fyrsta lyfta hjá köllunum, Axel Þór Jónsson, 170 kíló. Og Axel kemur hér. Og ekki vandrað með þetta, glæsileg lyfta og fær já, 3 hvítt og biðum eftir dómurunum. Sjáum hérna, hann ekki lengi að þessu. 170 kíló hjá Axel. Og það þetta sjálfsögðu gilda lyftu. Næstur Gabriel Sigþórsson, hann lyfti fyrir Stjörnuna. Hann að reyna hér við 180 kíló í sinni fyrstu lyftu. Fæddur árið 2008 þessi magnaði kappi. Hér kemur Gabriel. Gabriel, já, þetta leit ansi vel út hjá honum og fær að sjálfsögðu 3 hvít, gild lyfta hjá Gabriel, 180 kíló. Sjáum þetta aftur hérna, gefur sér smá tíma í undirbúningin og svo ekki í vandræði með að lyfta þessum 180 kílóum. Gabriel Sigþórsson, frábærlega gert hjá honum. Næstur Jens Eris Kristinsson, hann lyfti fyrir massa. Hann reynir hér við 185 kíló. Hans fyrsta lyfta. Jens fæddur 1959. Grjótharður hér. Byrjar í 185 kílóum. Já, þetta lítur vel út hjá Jens og fær að sjálfsögðu 3 hvít, gild lyfta hjá Jens. Sjáum þetta aftur hérna, eins og Jens fæddur 1959, fer létt hérna með 185 kíló. Glæsilega gert hjá honum og þetta fer vel að stað hérna hjá köllunum. Og næstur Andri Snær Einarsson úr Stjörnunni. Hann að reyna hér við 190 kíló í sinni fyrstu lyftu, fæddur árið 2006. Það eitthvað að kíkja á stöngina. Já, hún í lagi. Hér kemur Andri Snær.
Segi hans fyrsta lyfta 190 kíló. Já, þetta virkaði ekki flókið fyrir hann Andra og færa sjálfsögðu 3 hvít. Frábær lyfta í honum. Sjáum við eftir hérna 190 kíló. Sjáum við eftir hérna rífur þetta upp og fyrsta lyfta ansi sannfærandi í honum. Næstur Helgi Brím, hann lyfti fyrir Ármann. Hann fæddur árið 1962, reynir hér við 205 kíló. Hann ætlar bara að drífa í þessu. Já. Frábærlega gert hjá honum. 3 hvít að sjálfsögðu. Gild lyfta, Helgi Brím. ...205 kíló hérna hjá honum í fyrstu lyftu. Frábærlega gert hjá honum. Ansi hrein lyfta hjá honum og þá komið að Samúel Mána Guðmundsssyni úr Breiðablik. Hann hér að reyna við 210 kíló í sinni fyrstu lyftu. Samúel í mínus 105 kílógramma flokki. Fæddur árið 2003 og þessi segi reynir hér við 210 kíló Samúel Máni. Já, frábær lyfta og þetta 3 hvít að sjálfsögðu. Gild lyfta hjá Samúel. Sáum hérna, gefur sér góðan tíma í að ná góðri fótfestu og Samúel rífur svo upp þessi 210 kíló og hans fyrsta lyfta góð og gild. Þetta fer vel að staðina hjá okkur. Næstur Daði Rúnar Pétursson úr Stjörnunni. En Daði Rúnar að reyna hér við 240 kíló í sinni fyrstu lyftu. Daði Rúnar fæddur 1985, keppir í mínus 105 kílógramma flokki og ég ætlar að byrja hér sína fyrstu lyftu á 240 kílóum og þetta virkar ekki flókið fyrir Daða. Og hann fær væntanlega öll hvít. Jú, 3 hvít að sjálfsögðu. Glæsileg lyfta hjá Daða. 240 kíló. Sjáum þetta eftir hérna. Gríðarlega öruggur og fyrsta lyfta klár hjá honum. Næstur Andri Páll Ásgeirsson. En Andri einnig úr Stjörnunni. Hann reynir hér við 260 kíló í sinni fyrstu lyftu. Andri eins og í mínus 120 kílógramma flokki. Kemur Andri í sinni fyrstu lyftu 260 kíló. Já, þetta lítur vel út hjá honum og fær væntanlega 3 hvít. Jú, 3 hvít að sjálfsögðu. Sjáum þetta eftir hérna Andri Páll Ásgeirsson. 260 kíló hans fyrstu lyftu. Sigga sér góðan tíma í undirbúningin og sjáum þetta hérna. Það rífur vissulega í en þetta leit enga sigur frekar þæl út fyrir hann. Hann getur örugglega tekið eitthvað þyngra. Hann kemur heimamaðurinn Viktor Samúelsson úr KA. Viktor að byrja í 280 kílóum. Viktor sem fæddur 93 að keppa í mínus 120 kílógramma flokki. Viktor að byrja hér í 280 kílógramma flokki. Grjótharður KA-maður. Fær góðan stuðning hérna, henda á heimavelli. Hér kemur Viktor.
Frábær lyfta hjá honum og þetta hlýtur að vera, 3 hvít. Frábærlega gert hjá Viktori. Sjáum við eftir hérna. Viktor Samuelsson, 280 kíló sem hann tekur hér í fyrstu lyftu. Og þá næstur Axel Þór Jónsson. Þá eru allir búinir með eina lyftu. Axel að taka og lyftur með 2 hjá sér. 185 kíló sem hann reynir við núna. Hann tók 170 í fyrstu lyftu. Þá að þyngja núna 15 kíló. Axel lyfti fyrir Ármann. Fæddur 2008. Var í engum vandræðum með 170 kíló en hvað gerir hann núna með 185? Þetta lítur vel út hjá honum. Og Axel fær að sjálfsögðu 3 hvít. Góð gild lyfta hjá Axel. Axel Þór Jónsson kominn þá hér með 185 kíló. Góð lyfta hjá honum. Og þá stöngin klár fyrir Gabriel Sigþórsson úr Stjörnunni. Hann að reyna að hefa 190 kíló, en það 10 kíló meira en hann tók í fyrstu lyftu. Hann tók 180. Gabriel klár í slaginn, hérna 190 kíló og Gabriel, já, þetta leit virkilega vel út hjá honum og hann fær 3 hvít. Búinn að lyfta 180 og 190 kílóum. Glæsilega gert hjá honum. Sjáum við eftir hérna. Engu vandræði með þetta. Næstur þá Jens Elís Kristinsson úr Massa. Hann að reyna hér við 200 kíló. Tók 185 í fyrstu lyftu. Þetta þyngingu 15 kíló. Jens aldursforsetinn hérna kallar megin. Sem fæddur 1959. 200 kíló, hvað gerir Jens hérna? Þetta leit vel út og hann fær 3 hvít að sjálfsögðu. Gild lyfta hjá Jens. 200 kíló hjá honum. Sjáum við aftur hérna hjá honum. Flott lyfta og Jens kom með 200 kíló. Næstur þá Andri Snær Einarsson úr Stjörnunni. En Andri að reyna hér við 207,5 kíló. Tók 190 í fyrstu lyftu, en þetta þynging 17,5 kíló hjá honum. Andri Snær að lyfta fyrir Stjörnuna. Tvö 207,5 kíló, þetta alveg þyngd sem Andri reyna við hérna. Já, þetta virkar þægilegt fyrir Andra og fær 3 hvít að sjálfsögðu. Þessi lyfta algjörlega glæsileg hjá honum. Það svo, frábær lyfta hjá Andra Snæ. Næstur Helgi Brím. Helgi að reyna hér við 227,5 kíló. Það tilraun til nýs Íslandsmets. Hann fæddur 1962 hérna í mínus 105 kg flokki. En þessu ekki því miður. Hins vegar aðra tilraun. Hann fær aðra tilraun. Næstur Samúel Máni Guðmundsson úr Breiðablik. Hann að reyna hér við 230 kíló. Það þynging upp á 20 kíló frá því áðan. Hann lyfti 210 kílóum. Samúel Máni úr Breiðablik. 230 kíló, hvað gerir hann hér?
Rétt hjá Samuel og hann fær, já, 3 hvít. Þurfti að hafa svolítið fyrir þessu, eðlilega enda 230 kíló. En Samuel Máni klárar þetta vel og fær 3 hvít og þá með gildalyftu hérna 230 kíló. Næstur Daði Rúnar Pétursson úr Stjörnunni. Hann að reyna við 252,5 kíló. 252,5 kíló sem að Daði reyna við hérna í sinni annarri lyftu. En Daði tók 240 í þeirri fyrstu. Þetta leit vel út hjá honum og ég trúi ekki að þetta sé 3 hvít. Já, að sjálfsögðu. Glæsilega gert hjá honum. Daði með 2 flottar lyftur. Komin hér með 252,5 kíló á loft. Og spurning hvað hann reynir við í sinni loka lyftu. En hér næstur Andri Páll Ásgeirsson úr Stjörnunni. Hann einnig að reyna við alvöru þyngd 272,5 kíló sem Andri að reyna við hérna. Hér kemur Andri alvöru þyngd og hann býtur heldur betur í axlinn og þetta hlýtur að vera góð að lyfta. Já, að sjálfsögðu 272,5 kíló sem Andri Páll nær hérna. Sjá, hann býtur all hressilega á jaxlinn hérna en nær þessu og fær góða gilda lyftu. Frábærlega gert hjá honum. Alvöru þyngd. Þá komið að Viktori Samuelsinni úr KA. Hann sá síðasti hér í annari lyftu. Viktor að reyna hér við 310 kíló. Heimamaðurinn úr KA. Viktor keppir í mínus 120 kílógramma flokki. Sjáum það að þetta ansi massív þyngd sem hann reyna við hérna 310 kíló. Viktor tók 280 í fyrstu lyftu. Þyngir hér 30 kíló. Hér kemur Viktor eins og á heimavelli. Vel stuttur hér. Hann Viktor. Kemur hann 310 kíló. Og þetta lítur vel út hjá honum og Viktor Samuelsson að fá gildalyftu 3 hvít. Frábærlega gert hjá honum. 310 kíló. Sjáum við eftir hérna, gefur sér góðan tíma og lyftir þessu svo mjög samfærandi. Og þá erum við að fara í þriðju og síðustu lyftu hjá keppendunum hérna í annari lotu. Axel Þór Jónsson úr Ármanni. Hann hér að reyna við 190 kíló í sinni þriðju lyftu. Axel búinn að taka 170, 185 og fengir hún upp í 190 kíló. Stöngin klár fyrir Axel sem kemur hérna, hann drífur í þessu 190 kíló, þriðja og síðasta lyfta hjá honum. Þetta frábært að sjá og hann fær að sjálfsögðu 3 hvít. Góða gild lyfta hjá honum. Axel Þór Jónsson 190 kíló sem hann tekur hér. Þetta gerði hann virkilega vel, alvöru karakter í honum. Þá
Þá næstur Gabriel Sigþórsson úr Stjörnunni. Hann reyna hér við 205 kíló. Tók 180 í fyrstu lyftu, síðan 190. Reynir núna við 205 kíló. Gabriel í mínus 74 kilogramma flokki. Þyngingum 15 kíló frá lyftunni áðan. Hvað gerir Gabriel hér? Já, þetta gerir hann mjög vel og ég trúi ekki að þetta sé góð og gild lyfta. Já, 3 hvít. Gabriel fagnar þessu vel og innilega tekur þetta 205 kíló. Já. Allar 3 lyftunar mjög góðar hjá honum og endar hér með 205 kíló. Og fagnar þessu eins og segi vel og innilega eðlilega. Jens Elís Kristinsson þá næstur úr massa. Hann reyna við 207,5 kíló. Tók 200 kíló lyftunni áðan. Bætir núna við 7,5 kíló. Jens Elís fæddur 1959 og hann reynir að þvílíkur karakter í honum og fær þessa, já, að sjálfsögðu glæsilega lyft að sjá þetta karakterinu. Gaf sér góðan tími í þetta og nær svo að rífa þetta loft 207,5 kíló. Glæsilega gert hjá Jens Elís. Þetta var gaman að sjá þvílíkur karakter í honum. Þá næstur Andri Snær Einarsson úr Stjörnunni. Hann reyna hér við 220 kíló. En Andri Snær fæddur 2006 í mínus 93 kilogramma flokki. Andri tók 207,5 kíló í annari lyftu. Þyngir núna 12,5 kíló. 220 kíló sem Andri reyna við hérna. Já. Allar 3 lyftunar hjá Andra virkuðu mjög þægilegar. Hann fara sjálfsög í gilda lyftu hérna. Sjáum við það 220 kíló sem hann rífur á loft hérna. En Andri, eins og segi, byrjar í 190 kílóðum fyrst og í 207,5 og kláraði þarna svo 220 kíló. Hann komið að loka lyftunni hjá Samúel Mána Guðmundsinni. En Samúel lyfti fyrir Breiðablik. Hann að lyfta hér 245 kílóum í sinni síðustu lyftu. Búinn að taka 210 og 230 og reynir hér við 245 kíló í sinni 3. og síðustu lyftu. Hér kemur Samúel. ...245 kíló hér. Hvað gerir Samúel Máni? Og hér kemur hann. En því miður, hann nær þessu ekki. Enga síður góður dagsverki hjá honum lokið. 230 kíló sem hann tók í annari lyftu. Þá næstur Daði Rúnar Pétursson úr Stjörnunni. Hann reyna við 262,5 kíló. Hann í mínus 105 kilogramma flokki og ef hann nær þessu þá það nýtt Íslandsmet.
Æja, kemur Daði, eins og ég segi, 262,5 kíló og ef hann nær þessu þá er það nýtt Íslandsmet. Tók 252,5 á hann, þetta bætingum 10 kíló ef hann nær þessu. Og þetta lítur vel út, já, nær hann þessu. Sjáum við karakterinn í Daða þarna og þetta nei því miður. Það vantaði herslumurinn upp á þvílíku karakter hjá hann, sá hvað hann bítur á jaxlinn. Vantaði ekki mikið upp á og þetta væri góð og gild lyfta. En endar engu að síður í 252,5 kílói. Þá komið að Andra Páli Ásgeirsinni úr Stjörnunni. Hann reyna við 282,5 kíló. Hann tók 272,5 áðan. Andri í mínus 120 kílógramma flokki. Fæddur 1998. Búinn að vera með 2 flottar lyftur. Sjáum hvað hann gerir í þeirri síðustu. Þessi 282,5 kíló. Þetta bætingum 10 kíló frá því áðan. Hér kemur Andri. Því miður, hann þessu ekki í dag, en engu að síður gott dagsverk hjá honum. Tók 272,5 kíló. Þá komið að síðustu lyftu hér í annarri lotu. Viktor Samúelsson úr KA að reyna við 321 kíló. Þetta yrði nýtt Íslandsmet ef að heimamaðurinn Viktor næði þessu. Búinn að taka 280 og 310 kíló til þessa og búinn að líta mjög vel út. Ekki veðja móti því að hann myndi lyfta þessu sem 321 kílói. Já, og þarf vist að finna síðast lóð til þess að ná þessari þyngd á stöngina. Þannig að Viktor fær aðeins tíma í að undirbúa sig áfram. 321 kíló. kíló sem að Viktor Samúelsson úr KA reyna við. Þetta yrði nýtt Íslandsmet ef að Viktor klárar þetta. Viktor fæddur 1993 og keppir í mínus 120 kílógramma flokki. Eins og ég sagði að hann búinn að taka 280 kíló og 310. Vítur búinn að líta mjög vel út. Hvað gerir hann hér með 321 kíló? Viktor áfram gefur sér góðan tíma undirbúningin. Það liggur ekkert á hann nægan tíma. Vel stöddur hér enda á heimavelli Viktor Samúelsson. Nýtt Íslandsmet ef hann nær þessu. Áfram gefur sér góðan tími í þetta, en þess að segja nægur tími eftir. Hér kemur Viktor. Já, þetta lítur vel út hjá honum og 3 hvít, það nýtt Íslandsmet hjá Viktori Samúelsinni úr KA. 321 kíló, glæsileg lyfta hjá honum. Sjáum þetta aftur hérna. Gaf sér góðan tíma undirbúningin.
og virtist ekki verið í vandræðum með þetta, bætir sitt eigið Íslandsmet fyrir 321 kíló. Þvílíkur endir hérna á hollinu hjá körlunum. Þá er komið að Huldu Sigurjónsdóttur úr Ármann. Hulda er að reyna hér við 125 kíló. Það verður smá pása áður en að byrjum þessa þriðju lotu. En í þessari þriðju lotu eru þau Hulda Sigurjónsdóttir, Harpa Rut Þorleifsdóttir, Drífa Ríkharðsdóttir, Hlynur Fannar Birnusson, Egill Hrafn Benediktsson, Bjarki Hrafn Gunnarsson og Gabriel Ómar Hafsteinsson. Drífa var líka í eldlínunni í fyrstu lotu. En við byrjum á Huldu Sigurjónsdóttir úr Ármanni. Reynir hér við 125 kíló í sinni fyrstu lyftu. Hér kemur Hulda. Já, þetta lítur ansi vel út hjá henni og þetta eru 3 hvít. Sjáum þetta hérna 125 kíló í fyrstu lyftu hjá Huldu. Þetta gerir Hulda mjög vel. Sjáum þetta hérna hjá henni. Rífur þessi 125 kíló á loft og fær að sjálfsögðu lyfturinn til dæmda gilda. Þá kemur Harpa Rut Þorleifsdóttir. Hún er lyfta fyrir KA á heimavelli. Reynir einnig við 125 kíló. Kemur Harpa Rut. ...125 kíló stönginu og þetta lítur ansi vel út hjá Hörpu. Já. Og Harpa fær að sjálfsögðu 3 hvít. Glæsilega gert hjá henni. Þessi Harpa úr lyftingadeild KA og stendur sig vel hérna á heimavelli. Og skal fullir það að hún vil taka eitthvað þyngra þegar líður á þennan dag. Og næst er Drífa Ríkharðsdóttir, einnig úr KA. Hún er að reyna hér við 155 kíló. En ég segi Drífa var einnig í fyrstu lotu. Drífa sem að keppir í mínus 63 kilogramaflokki. Þetta lítur vel út hjá henni og það er 3 hvít að sjálfsögðu. Já, 155 kíló hjá Drífu. Sjáum við aftur Drífa. Gerir þetta mjög vel. Þá er næstur Hlynur Fannar Birnusson úr Breiðablik. Hann er að reyna hér við 170 kíló í sinni fyrstu lyftu. Hlynur fæddur 2005, keppir í 120 plus. 170 kíló, fyrsta lyfta hjá Hlyn. Og já, þetta var ekki flókið fyrir Hlyn. 170 kíló og 3 hvít að sjálfsögðu, frábælega gert í honum. Sjáum þetta aftur hérna. Hann var ekki lengi að þessu 170 kíló fyrsta lyfta. Og þetta byrjar
virkilega vel hérna í þriðju lotu. Næstur Egill Hrafn Benediktsson, hann keppir fyrir Breiðablik. En Egill að reyna hér við 210 kíló í sinni fyrstu lyftu. Egill fæddur 1998 og keppir í mínus 120 kg flokki. 210 kíló á stönginni og Egill klár. Já, þetta lítur vel út hjá honum og þetta væntanlega 3 hvít. Já, að sjálfsögðu frábær lyfta hjá Agli. Egill Hrafn Benediktsson, 210 kíló hér í hans fyrstu lyftu. Sjáum það hérna hjá honum. Stutt og laggott, frábær lyfta. Þá næstur Bjarki Hrafn Gunnarsson úr Ármanni. Hann að reyna hér við 240 kíló í sinni fyrstu lyftu. Það Bjarki fæddur 1996 og keppir í 120 kg plus flokki. Kemur Bjarki, hans fyrsta lyfta, 240 kíló. Já, þetta var ekki flókið fyrir Bjarka. Glæsileg byrjun á honum, 240 kíló létt. Sjáum þetta aftur hérna. Fyrsta lyfta hjá Bjarka, mjög sannfærandi, 240 kíló. Þá næstur Gabriel Ómar Hafsteinsson. Hann að reyna við 240 kíló hér í sinni fyrstu lyftu hérna í þriðju lotu. Gabriel lyfti fyrir Breiðablik, fæddur árið 2000. Þetta við 240 kíló. Já. Frábær lyfta hjá honum. Virkilega sannfærandi. Og það þýðir þá að allar lyftur hér í fyrsta lyfta hjá öllum keppendum hér í lotu 3 eru mjög vel hefnaðar og dæmdar gildar. Sjáum við Gabriel aftur hérna. Frábær lyfta, 240 kíló á lofti hjá honum. Þá næst Hulda Sigurjónsdóttir. Hulda tók 125 kíló í fyrstu lyftu og reynir nú við 132,5. En Hulda lyftir fyrir Ármann. Í 84 kg plus flokki. Fædd 1985 og eins og segi að bæta hérna við 7,5 kíló frá fyrstu lyftu sem var glæsileg hjá henni. Ég hef fulla trú á henni hérna núna með þessi 132,5 kíló. Hér kemur Hulda. Já, þetta lítur vel út og þetta að sjálfsögðu 3 hvít, glæsileg lyfta hjá Huldu. Sjáum það aftur hérna, gefur sér góðan tíma í þetta og lyftir hér 132,5 kílói. Spurning hvað hún reynir við þá í þriðju og síðustu lyftunni sinni. Hún alltaf búin að líta mjög vel út. Kemur heimakonan Harpa Rut Þorlaugsdóttir fyrir KA. Hún reynir við 135 kíló sem bæting upp á 10 kíló frá fyrstu lyftu. Hún tók 125. Það virkaði einfalt fyrir hana, þannig að ég trú á að hún geti klárað þetta. Hér kemur Harpa. Og hún fær þetta ekki gilt því miður. 1 hvít en 2 rauð. Sjáum þetta aftur, 135 kíló hjá henni. Vantaði ekki mikið upp á, sjáum þetta aftur hérna.
Þá kemur Drífa Ríkharðsdóttir úr KA. Drífa reynir yfir 170 kíló, fór með 155 kíló áðan. Gerir Drífa hér, segir Drífa, í mínus 63 kílógramma flokki. Reynir yfir 170 kíló, þetta lítur vel út hjá henni, en missir því miður. Sjáum þetta hérna, hún er við það að klára lyftuna þegar hún missir tankið. Og saman að Gripi hefur aðeins svikið Drífu í dag, en hún var einnig í fyrstu lotu. Þá er komið að Hlyn Fannari Birnusinni úr Breiðablik. En Hlynur Fannar er að reyna hérna við 185 kíló. Hann tók 170 kíló í fyrstu lyftu. Það virkaði mjög einfalt fyrir hann. Þannig að það er líklegt að hann rífi þetta upp líka. Hér kemur Hlynur Fannar. Glæsileg lyfta hjá Hlyn og þetta eru 3 hvít. Sjáum þetta er frábær lyfta hjá Hlyn, 185 kíló sem hann tekur hér. Hlyn er búinn að taka 170 og svo núna 185 kíló. Spurning hvað hann reynir við í þriðju og síðustu lyftunum sinni. En næstur er þá Egill Hrafn Benediktsson. Hann er að reyna hér við 230 kíló. Egill sem lyfti fyrir Breiðablik. Keppir í mínus 120 kílógramma flokki. Hann tók 210 kíló í fyrstu lyftu, reynir nú við 230. Já, þetta lítur vel út hjá honum og þetta er væntanlega, gild lyfta sjálfsögðu, 3 hvít. Sjáum aftur hefur Agli, 230 kíló sem hann tekur hérna í lyftu 2. Frábær lyfta, mjög sannfærandi og þá er komið að Bjarka Hrafni Gunnarsinni úr Ármanni. Hann er að reyna við 260 kíló hér í sinni annarri lyftu. Bjarki, hann tók 240 kíló í fyrstu lyftunum sinni, bætir hún við 20 kílóum, hann var mjög sannfærandi í fyrstu lyftu. Já, þetta lítur einnig mjög vel út hjá honum og þetta eru 3 hvíta sjálfsögðu. Frábær lyfta hjá Bjarka. 260 kíló. Frábær lyfta hjá honum. Þá er næstur Gabriel Ómar Hafsteinsson úr Breiðablik. Hann er einnig að reyna við 260 kíló. En Gabriel tók 240 í fyrstu lyftu. Já, þetta lítur virkilega vel út hjá honum og þetta eru 3 hvít, myndi ég ætla, að sjálfsögðu. 260 kíló sem að Gabriel tekur hérna í sinni annarri lyftu. Þá er komið að þriðju og síðustu lyftu hér í þriðju lotu. Frábærlega gert hjá Gabriel. Þá er komið, eins og segja, að síðustu lyftu hjá keppindurum hérna í þriðju lotu. Það er Hulda Sigurjónsdóttir sem að reynir hér við 135 kíló. Hún tók 105 kíló í fyrstu lyftu, 132,5 í næstu lyftu. Bætir hún við öðrum 2,5 kílói. Þetta væri virkilega sterkt hjá henni. Hún er í 84 pluss kílógramma flokki. Hér kemur Hulda. Búið að líta mjög vel út hjá henni fyrstu 2 lyftunar.
Ég hef fulla trú að hún klára þetta. 135 kíló á stönginu. Já, þetta lítur mjög vel út hjá henni og þetta eru 3 hvíta sjálfsögðu og hún fagnar þessu vel og innilega. Glæsileg lyfta hjá henni. Harpa Rut Þorleifsdóttir er þá næst hjá Káa. En hún er einnig að reyna við 135 kíló. Tók 135 kíló í fyrstu lyftu. Var hálsbrett frá því að ná þessari þyngd í annarri lyftunni. Full trú að ná þessu núna. Hvað segja þið núna? Já, þetta er góð og kynnt lyfta. Hún fór langlegana með þessa þyngd áðan og klárar dæmi núna hér í þriðju lyftu. Frábælega gert hjá Hörpu. Þá er næst Drífa Ríkharðsdóttir, einnig úr Káa, en Drífa er að reyna við 170 kíló öðru sinni. En Drífa tók 155 kíló í fyrstu lyftu, misti svo takið í 170 í annar lyftu. En núna hef ég trú á þessu. Loka lyfta Drífu hér í dag. Jæja, Drífa er ekkert að drífa sig hérna. Drífa er ekki búin í dag, tíma bara að líða. Hinn keppinir hafi meiri tíma. Já, hún er greinilega búin í dag, en það, eins og segja, hún var í fyrstu lotu líka, þannig að við látum tíma bara líða og keppendur sem eru eftir fá þá aðeins meiri tíma til þess að ná sér fyrir sína síðustu lyftu. En engu að síður frábær dagur hjá Drífu. Þá er komið að síðustu lyftu hjá Hlín Fannari Birnusinni. En Hlynur Fannar er að reyna við 200 kíló, búin að lyfta 170 og 185, bætir aftur við 15 kílóum hér núna fyrir þriðju og síðustu lyftunum sína. Hlynur Fannar fæddur árið 2005, lyftir fyrir Breiðablik og spennandi að sjá hvort hann nái þessum 200 kílóum á loft. Búin að vera mjög sannfærandi í fyrstu tveimur lyftunum og spennandi að sjá, nær hann 200 kílóum hér. Þetta lítur vel út hjá honum, nær hann að, nei, hann er ekki að klára því miður. En enga síður flott tilraun hjá honum. Sjáum aftur hérna hvernig Hlynur reynir við þessi 200 kíló. Hann er ekkert langt frá þessu, hann er ekki alveg að klára lyftuna og því fór sem fór. En þá er næstur Egill Hrafn Benediktsson úr Breiðablik, en Egill er að reyna við 242,5 kíló hér í sinni síðustu lyftu. Búinn að klára 210 og 230 kíló. Fristar þess hér að bæta við 12,5 kíló í viðbót.
Jæja, þá er stöngin klár og hér kemur Egill. Síðasta liftar hans hér í dag, eins og segir 242,5 kíló á stönginni. Þetta aðeins meira. Nær ekki að klára því miður. Hárspreidd frá því, en Bjarki, Egill næri því miður ekki að klára þetta. Hingað síður, flott tilraun hjá honum, 242,5 kíló. Svo hann missir svo aðeins jafnvægi hérna, þannig að virðist vera að ná að klára þetta. En þá er komið að Bjarka Hrafni Gunnarsinni. Hann lyfti fyrir Ármann og er að reyna hér við 270 kíló. Tók 240 fyrstu lyftu, síðan 260. Bjarki keppir hér í 120 plus flokki, fæddur 1996. Búinn að vera mjög sannfærandi í sínu fyrstu tveimur. Nær hann hér 270 kílóum. Já, þetta lítur vel út hjá honum og þetta leit mjög vel út og jú, 3 hvít, gildlifta hjá honum, 270 kíló, frábærlega gert hjá honum. Sjáum þetta aftur, hvernig Bjarki klárar þetta. Glæsilega gert við Bjarka. Þá er komið að síðustu lyftunni. Það er Gabriel Ómar Hafsteinsson úr Breiðablik sem að reynir einnig við 270 kíló. Hann er einnig í 120 plus flokki. Hann rétt eins og Bjarki búinn að taka 240 og svo 260 kíló og ætla svo að enda á 270 kílóum. Stöngin klár og hér kemur Gabriel. Einnig búinn að vera mjög sannfærandi í sínum lyftum. Nær hann að klára 270 kílóin. Hér kemur Gabriel. Þetta lítur frábærlega út hjá honum, glæsileg lyfta og þetta er góð og gild lyfta hjá honum, glæsilega gert. Sjáum þetta aftur, 270 kíló á loft. Gabriel Ómar, frábærlega gert hjá honum og skemmtilegur endir á þessu. Þá eru allar 3 loturnar búnar. Skemmtilegt mót hér hjá lyftingadeild KA og bara mörg skemmtileg tilþrif sem við sáum hérna og margar flottar og góða lyftur.
Takk í myndir, núna. Glæsilegt. Þá byrjum við mínus 63 kg flokki kvenna í klassík, fyrsta sæti, Drífa Ríkharðsdóttir. Mínus 69 kg flokki, annað sætið, Hrafnhildur Lóa Kvaran. Mínus 69 kg flokki kvenna, fyrsta sæti, Guðrún. Mínus 76 kg flokkur, fyrsta sætið, Arna. Arna Öss. Það er tvær örnur, afsakið. Þá er komið stóri flokkurinn, mínus 84 kg. Í þriðja sætið, Arna Rós. Í öðru sæti, María Ósk. Og í fyrsta sæti, með glæsilegt glænýtt Íslandsmet, Elsa Pálsdóttir. Óformlegt heimsmet, jú. Þessi er ekki með. Plus 84 kg flokki, í öðru sæti, Harpa. Og fyrsta sæti, Hulda, sem var líka með glænýtt, glæsilegt Íslandsmet. Sem Harpa jafnaði síðan strax á eftir henni. Og svo í búnaðarflokki, og rosaleg barátta þar, fyrsta sæti, overall. Og mínus 63 kg flokki, Drífa. Þá er kallaflokkur, mínus 74 kg, í fyrsta sæti, Gabriel Sigþórsson. Mínus 93 kg flokki kalla, í öðru sæti, Axel Þór. Og í fyrsta sæti, mínus 93 kg flokki kalla, Andri Snær. Þá fyrir mínus 105 kg flokki kalla, í þriðja sæti, Jens. Í öðru sæti, mínus 105, Samuel. Og fyrsta sæti með glæsilegt, glænýtt Íslandsmet, Davíð Rúnar. Í mínus 120 kg flokki, öðru sæti, Andri Páll. Í
fyrsta sæti með glæsilegt glænýtt Íslandsmet Viktor Sam. Þyngstu lyftu dagsins. Í plús 120 kg flokki karla, í þriðja sæti Hlynur. Í öðru sæti var Bjarki. Nærðu upp á hann. Og í fyrst sæti var hann Gabriel Ómar. Svo var einn karlkýr keppandi í búnaði og hann vann sinn flokk. Það er Egill í mínus 120 kg flokki. Svo ætlum við að byrja á overall stigakeppni. Við byrjum á búnaði, það er svo margir keppendur. Í fyrsta sæti hjá körlunum var hann Egill. Hann fær bikar og verðlaun frá Sjöunni og Unbroken. Ég voru ekstra gott klapp. Þá fyrir við búnaðinn á konunum og það var Drífa sem sigraði það. Þetta er mikla baráttu. Hún fær sömuleiðis Unbroken og verðlaun frá Sjöunni. Þriðja sæti hjá konunum, overall með 131,12 stig. Í þriðja sæti Elsa Páls. Í öðru sæti með 132,9 Arna Ösp. Fyrsta sæti með 155,6 Drífa. Hún fær bikar og svo verðlaun. Það var þriðja sæti á körlunum, overall með 114,9 stig Daði Rúnar. Í öðru sæti með 117 stig, Andri Páll. Og fyrsta sæti, fær bikar og verðlaun, er Viktor Sam. Glæsilegt. Fyrir hönd Lyftingar KA, takk kærlega fyrir daginn. Svo búið glæsilegt mót.